Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að hefja rauða borðið í kvöld á umræðu stöðu fjölmiðlunar á Íslandi. Mörg ykkar hafi tekið eftir fréttum sem hafa verið sagðar undanfarið sem hafa fjallað skýrslu viðskiptaráðs þar sem meðal annars hefur verið sett fram að einkareknir fjölmiðlar nánast lepji dauðan úr skel eins og það var orðað á fundi sem ég satt í síðustu viku hjá viðskiptaráði á sama tíma og Ríkisútvarpið sé bara að bólna út og það mikið rætt tök Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði og af hverju Ríkisútvarpið á auglýsingamarkaði. Myndi það skipta einkarekna miðla miklu máli ef Ríkisútvarpið myndi hætta á auglýsingamarkaði? Þetta svona brot af þeim spurningum sem við ætlum að reyna að fá svör við hér í dag. Það eru komnir tveir góðir gestir. Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri, vertu velkominn. Og Ragnar Sigurður Kristjánsson, þú ert hagfræðingur hjá Viðskiptaráði og ert sem sagt með höfundur þessara skýrslu fjölmiðla sem ég nefndi áðan. Já, það passar. Sko, velkomin einnig. Takk. Ef við byrjum kannski á því að ræða þessa þróun þegar þið segið að það hefur fjölgað hvað er þetta, 1200? Fækka segi ég 1200 manns í einkarekna bransanum. Í öllum bransanum? Í öllum bransanum hafði fækkað 1400 manns frá 2009 og 2360 í 900 og það í raun í annarri vinnu við aðra greiningu en akkurat þessa sem að við rekumst á þessar tölur hjá Hagstofunni og manni bregður svolítið í brún og sér að hér hefur orðin gríðarleg breyting á fjölmiðlamarkaðnum og það var það sem að ítt okkur út í frekari skoðun á fjölmiðla umhverfinu í heild sinni og svona, þú veist, hvaða sem að leiðir til þessarar hnignunar sérstaklega hjá einkareknum miðlunum. Eins og ég nefndi þá hefur fækkað úr 2360 í 900 sem að 62% fækkun. Fækkunin hefur að megninu til verið hjá einkareknum miðlunum. Þar fer starfandi úr eða þar sem fækkar starfandi 69% á þessu tímabili á meðan það fækkar 16% hjá Ríkisútvarpinu. Já, aðeins áður fyrir lengra þá má velta fyrir sér samfélagslegum áhrifum ef þetta væri að gerast í einhverjum öðrum geira. Tökum bara dómsvaldið, við tölum fjölmiðla sem fjórðavaldið. Tökum dómsvaldið, fækkum 70% þar. Hættum að hafa vana dómara og höfum bara einhverja krakka vegna þess að það hefur svolítið verið tilhneigingin hér á Íslandi að reyndir blaða og fjölmiðlamenn þeir eru að yfirgefa vettvangin en svona yngra og óreindara fólk kemur í staðinn. Myndirðu áður fyrir lengra, myndirðu telja að þetta væri mjög alvarleg þróun fyrir samfélagið? Já, auðvitað væri það mjög alvarleg þróun en það náttúrulega kannski erfitt að setja þetta í samhengi við dómsvaldið því að hér erum við að tala markað sem hefur í auknum mæli færst yfir á alþjóðlegan vettvang eins og Stefán þekkir og þið báðir þekki mjög vel. Þannig að það bæði umhverfið að einhverju leyti skakt hér á Íslandi en líka hefur aukin samkeppni komið frá erlendum miðlum og þá sérstaklega í samkeppnum auglýsingatekjur. Já, og áður en Stefán fær orðið, hvaða máli skiptir Ríkisútvarpið í þessari þróun? Ríkisútvarpið nauðsynlegt púsl í þá mynd sem við erum að teikna upp af fjölmiðlamarkaðnum í rauninni. Af því að það bara eins og við öll vitum mjög stór leikandi á fjölmiðlamarkaði. Þess vegna fannst okkur til dæmis áhugavert að greina á milli fækkunar hjá Ríkisútvarpinu og fækkunar annars og hins vegar hjá einkareknum miðlunum. Þannig að Ríkisútvarpið skiptir mjög miklu máli á þessum markaði en bara svo það sé sagt í upphafi samtalsins þá þessi greining ekki gerð til höfuðs Ríkisútvarpsins eða eitthvað slíkt Við einfaldlega rekumst á þessi gögn og fannst áhugavert að skoða markaðinn í heild sinni
og þegar maður gerir það þá verður maður auðvitað að skoða alla aðila á markanum og þar með talið Ríkisútvarpið. Fyrirlesturinn á fundinum í síðustu viku og pallborðið var nú samt töluvert gagnrýnið hvað varðar stöðu Ríkisútvarpsins á markaði og þið hafið svona stilt í upp sem hefur mér skilið sem hálf óeðlilegu að Ríkisútvarpið sé að fjölga starfsmönnum og meðan fækkar svona mikið í einkageiranum, ekki satt? Já, sko, það var nú ég sem flutti þennan umtalaði fyrirlestur. Hann var í rauninni magninu til endursögn á skýrslunni og reyndi að setja það í samhengi. Svo var pallborðið bara, þar buðum við reyndum fjölmiðlamönnum sem höfðu algjört frelsi það að segja það sem þeir vildu í sínu pallborðu og gerðu, í pallborðinu og gerðu vissulega Ríkisútvarpið að töluverðu umtalsefni. Enda þekkja þeir betur en við að keppa á markanum við Ríkisútvarpið. Þannig að það var auðvitað eitthvað sem var rætt mjög mikið. En við setjum til dæmis stöðuna í samhengi við Norðurlöndin og drögum þar fram markaðshlutdeildina sem tæplega þrefalt meiri hér á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum að skoða hlutdeild ríkismiðilsins í tekjum. Og sömuleiðis sker Ríkisútvarpið sig úr hvað varðar heimild til auglýsingasölu. Ríkisútvarpið eini miðillinn ríkismiðillinn á Norðurlöndunum sem hefur heimild til auglýsingasölu að TV2 í Danmörku frátöldu sem hefur heimild til auglýsingasölu en nýtur ekki opinbera styrkja eða opinbers framlags líkt og við greiðum til RÚV í gegnum útvarpsgjaldið að þá nýtur TV2 ekki þeirra framlaga heldur fjármagna sig og starfar í rauninni svo einkamiðill en í eigu danska ríkisins. Og skýr krafa hjá ykkur að Ríkisútvarpið hætti á auglýsingamarkaði? Sko, við leggjum fram 4 tillögur í þessu riti okkar hvernig megi leiðrétta samkeppnisstöðuna og skapa heilbrigðara fjölmiðlaumhverfi hér á Íslandi. Ein af þeim tillögum að Ríkisútvarpið hverfi af auglýsingamarkaði samhliða því að fjölmiðlastyrkirnir verði afnumdir. Og hvernig færi það til að ganga upp? Hvað meinarðu? Einkareknir fjölmiðlar, þeir fá eitthvað súrefni núna í gegnum þessa styrki. Ertu vissum að einkareknir miðlar fái auglýsingatekjur Ríkisútvarpsins ef Ríkisútvarpið hættir? Akkur ætti þá ekki bara hlutskipti einkarekinna miðla verða enn verra? Sko, við skoðum þetta aðeins nánar og í samhengi við skiptingu auglýsingatekna á milli innlendra og erlendra aðila á markanum. Og eins og skiptingin núna, þá eru erlendir aðilar með 49% auglýsingatekna miðað við nýjustu gögn frá Hagstofunni, en innlendir miðlar með 51%. Ef ég man rétt, þá var RÚV árið 2023 með tæplega 2,5 milljarða í auglýsingatekjur. Við áætlum að auglýsingaféð muni skiptast á milli innlendu og erlendu miðlana í sama hlutfalli og skiptingin núna. Sem sagt að 51% muni þá renna til innlendu frjálsu fjölmiðlana og 49% muni renna til erlendu miðlana. Það er tekjuaukning upp á tæplega 1,3 milljarða. Þannig að ef við myndum ráðast í þessa aðgerð alla í heild sinni að taka RÚV af auglýsingamarkaði og afnema fjölmiðlastyrkina, þá það nettó áhrif upp á nettó tekjuaukningar áhrif upp á tæpar 800 milljónir fyrir innlendu miðlana. Þannig að það ekki nokkur vafi í mínum huga að þetta hefði jákvæð áhrif á innlendu miðlana. Já. Takk fyrir þetta, Ragnar Sigurður Kristjánsson. Það margt að spyrja, Stefán. Eitt það að þú heyrir það og lest það reglulega að það skjóti skökku við að þessi stofnun þín sem mér skilst að tekjur hennar séu milli 9 og 10 milljarðar á ári, þú kannski leiðréttir mig ef það rangt, en að það skjóti skökku við þegar þú talar að ykkur sé þröngur fjárhagstakkur sniðinn og þið eruð að skila tapi upp á einhver 100 milljarða. Upplegg Viðskiptaráðs í síðustu viku að einkareknir fjölmiðlar lepja dauðan og skel en Ríkisútvarpið svolítið strýkur í struna? Já, það væri nú betra ef svo væri og það alls ekki staðan hjá Ríkisútvarpinu að við séum í
slíkri yfirburðastöðu. Og ég sendi nú áður en ég kom hérna í spjallið nokkrar glærur sem að gefa ágætis mynd af því hvernig tekjur Ríkisútvarpsins hafa þróast á undanförnum árum og áratugum raunar. Og til dæmis bara útvarpsgjaldið sem að stendur undir 2/3 hluta af rekstri RÚV töluvert búið að lækka ef við tökum bara frá árinu 2009 og tökum þetta allt á raunvirði þá ætti útvarpsgjaldið að vera 33.000 krónur en ekki 20.000 rúmlega eins og það í ár. Það sem við höfum hins vegar notið að greiðendum hefur fjölgað nokkuð en það hefur hins vegar bara rétt gert það að verkum að við höfum staðið í stað að raunverði þegar það kemur á þjónustutekjunum. Auglýsingatekjurnar hafa sömuleiðis dregist töluvert mikið saman ef við bara tökum frá árinu 2012 þá samdrátturinn á raunverði milli 600 og 700 milljónir króna ef við berum bara saman við áætlaðar tekjur og auglýsingasölu á síðasta ári. Og það margt athyglisvert í skýrslu viðskiptaráðs eða hvað við köllum þetta? Úttekt viðskiptaráðs og þarna mjög glöggar og áhugaverðar myndir en að mínu mati þá tel ég að viðskiptaráð sé að draga rangar ályktanir af þessu og til dæmis myndin ágæta ef að þið bregðið henni upp sem sagt hlutfallið og hvernig það skiptist milli erlendra og einkarekinna miðla og síðan Ríkisútvarpið á löngu árabili, hvað það til frá 2009 til 2023. Þetta ein besta myndin í skýrslunni því að af mörgum góðum. Þessi alveg númer 1 í þessari úttekt, einfaldlega út af því að hún sýnir mjög glöggt við hvaða vanda að etja á íslenskum fjölmiðlamarkaði og það innreið tæknirisana sem að hafa tekið upp mikið af athygli fólks og sömuleiðis mikið af auglýsingatekjunum og hérna ertu með akkurat þessa mynd sem að sýnir það glögglega að hlutdeild Ríkisútvarpsins á þessum markaði hefur beinlínis dregist saman á þessum tíma. Þannig að þarna má í rauninni sjá hvaða breyta það sem að kemur inn á markaðinn og skekkir hann umtalsvert. Einkareikumiðlarnir, þið segið lepjið dauðan og skel, einhverjir gera það án efa og vissulega, en ég held að sé nú bara áhugavert að lesa til dæmis nýjasta ársuppgjöri frá Sýn, þar sem þau tala á síðasta ári hafi auglýsingatekjur þeirra í sjónvarpi aukist 40% á milli ára og heildar auglýsingatekjur aukist 10%. Því hefur ekki verið að heilsa hjá Ríkisútvarpinu á undanförnum árum. En það þetta líka bara vert að hafa í huga. Það mjög margt sem að breytast á þessum markaði í heildsinni og fall prentmiðlana sem að voru með á árinu 2002 með umtalsverða og háa hlutdeild í auglýsingatekjum og hafa fallið bara ár frá ári mjög hratt og örugglega. Á sama tíma á innlendum markaði hefur vefurinn farið úr það bil 2% hlutdeild upp í 22% hlutdeild. Á sama tíma hefur sjónvarpið svona aðeins gefið eftir, útvarpið örlítið bætt við sig, en útvarpið gríðarlega vinsæll miðill hér á landi og kannski efni í aðra umræðu að tala stöðu útvarpsins og hlaðvarpsins í þeim efnum og hvernig útvarpið hefur náð að halda sínum sess en það annað mál. Þannig að ég held að ályktanirnar sem verið að draga hérna að það sé Ríkisútvarpið og vera þess á auglýsingamarkaði sem að sé stærsta vandamálið á sviðinu að það sé bara einfallega villuljós sem verið að elta þó að það sé sjálfsagt mál og eðlilegt að ræða veru Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Spilar inngróin andúð ykkar hjá viðskiptaráði á umsvifum ríkisins að einhverju leyti inn í og skapar hún bæjas í þessari vinnu ykkar? Þetta mjög góð spurning, Björn. En hérna... Ég fannst þetta virkilega skemmtilega orðað, inngróin andúð á ríkisafskiptum. Við munum ramma þetta inn upp á skrifstofuruglega, sko. Nei, hún spilar ekki inn í. Við erum í rauninni að horfa bara á markaðin í heildsinni og einmitt á þetta alþjóðlega umhverfi eins og ég kom inn á í byrjun að þá einmitt og Stefán bætti í að umhverfi hefur breyst allverulega eins og við sjáum með prentmiðlana og
innreið vefmiðlana og slíkt og á þessari mynd sem að Stefán vitnar í sem hérna í skýrslunum okkar að þá sjáum við sko 2013 eins og verði einhver veruleg breyting á markanum þá hafði hlutdeild erlendra miðla í hérna auglýsingatekjum verið 4% svona og í kringum 4% fram að því en þá tekur hún allt í einu stökk upp í rúm 20% og hefur bara farið hægt og bítandi aukist upp í 49% en sko samdrátturinn í tekjunum það rétt sem Stefán segir að það hérna ef þú skoðar auglýsingatekjur RÚV raunvirði þá hefur samdrátturinn verið allnokkur en það það sama upp á teiningnum hjá einkareknu miðlunum þannig að samkeppnin jafn hörð sko gagnvart einkareknu miðlunum og gagnvart RÚV og þegar við skoðum umhverfið eins og það í dag þá þetta alþjóðleg þróun að hérna Facebook og Google og YouTube og allir þessi miðlar sem að við neytum öll flest daglega að þeir eru í auknum mæli að keppa við þessa legacy miðla sem að eru sama í hvaða landi þeir starfa og þetta í raun alþjóðleg þróun og ég meina við getum reynt að synda á móti straumnum í þessu en ég veit ekki hvernig við ættum að gera það eða hvernig við eigum að reyna að koma í veg fyrir þetta þannig að þá horfum við á markaðinn hérna innanlands og hvað það sem öðruvísi hér samanborið við stöðuna til dæmis á Norðurlöndunum og það sem klárlega öðruvísi hér og ólíkt með RÚV og öllum hinum ríkismiðlunum vera ríkisútvarpsins og auglýsingamarkaði. Þannig að þess vegna drögum við þá ályktun að það sé ein leið til þess að efla frjálsa fjölmiðla hérna á Íslandi sé að þeir þurfi ekki að keppa við ríkið á auglýsingamarkaðinum. Ég held þetta sé nefnilega mjög mikilvægt tímamark sem hérna nefnt 2013 því að þið sem þekki vel til á fjölmiðlamarkaði viti það að á þessum tíma þá voru verulegar takmarkanir á umsvifum RÚV og auglýsingamarkaði settar inn. Þarna var dregið úr möguleika ríkisútvarpsins til þess að vera með kostanir í sama mæli og verið hafði auk þess sem að mínútufjöldi auglýsinga og klukkutíma var styttur þarna verulega og þetta hafði eins og má bara sjá þarna veruleg áhrif á auglýsingatekjur ríkisútvarpsins á þessum tíma og þetta akkurat á þessum tíma sem að stóru netrisarnir að taka inn og þeir taka þetta alveg með húð og hári og höggva líka í tekjur einkareknu miðlana á þessu tímabili. Þannig að þarna sjáum við bara svart á hvítu hvað gerist þegar að skorður eru settar við tekjur ríkisútvarpsins og auglýsingamarkaði. Það ein af þeim athugasemdum sem að ég myndi auðvitað vilja koma inn í þessa umræðu. Þetta mat á því að auglýsingatekjurnar myndu fara í sama hlutfalli yfir til einkarekinna miðla og erlendra aðila. Því að við höfum gögn og upplýsingar við að styðjast í þeim efnum og ef að viðskiptaráð hefur til dæmis boðið mér að koma þegar úttektin var kynnt á sínum tíma þá hefðu við getað komið með þessar upplýsingar inn í umræðuna og þess vegna ég þakklátur þér Björn og samstöðinni fyrir að bjóða okkur hingað. Þið eru raunar fyrsti fjölmiðillinn sem hefur samband við ríkisútvarpið til að óska eftir viðbrögðum eða innleggi inn í þessa umræðu sem að skiptir máli. Því að við vitum það til dæmis hvað gerðist þegar að lettnesku ríkisfjölmiðlarnir voru teknir af auglýsingamarkaði fyrir 2-3 árum síðan. Þeir voru með það bil 10% hlutdeild á auglýsingamarkaðinu þar og það var niðurstaðan og matið hjá þeim sem hafa tekið þetta saman og við erum með þetta staðfest að minnst að kosta á einum stað í skýrslu að þessar auglýsingatekjur hafi ekki farið til innlendra miðla og óljóst hvort að þær hafi skilað sér inn í þetta heildarmynstur. Sama gerðist í Spáni og Frakklandi fyrir 20-30 árum þegar takmarkanir eru gerðar á umsvifum ríkisfjölmiðlana þar á auglýsingamarkaði. Þannig að það alls óljóst hvað gerist við þessar auglýsingatekjur. Þetta ekki eins og þetta sé kökusneiðar sem að hægt að færa með snyrtilegum hætti á milli hólfa. Heldur eru auglýsendur auðvitað að leita að því hvar koma þeir sínum skilaboðum á framfæri við almenning
og þeir leita auðvitað það sem að þeir ná mestri athygli eða mestri hlustun. En Stefán, það kannski erfitt fyrir okkur að spá hvað yrði auglýsingaféð ef þið mynduð hætta á markaði. Þau hjá Viðskiptaráði hafa reiknað út, gefið sér einhverja forsendur. Við vitum samt ekki hvað gerist, það er alveg rétt. Við vitum heldur ekki hvað myndi gerast ef stjórnvöld myndu setja upp einhverja skattlagningu á þessar erlendu efnisveitur sem að taka auglýsingafé í auknumæli. En það sem við vitum er að það er mjög mikill ófriður ríkisútvarpið vegna þess að það er á auglýsingamarkaði. Það hlýtur að skipta ríkisútvarpið, útvarp allra landsmanna, miklu máli að það sé góð sátt á meðal almennings og ríkisútvarsins. Já. Þessi sátt, hún er sumpart ekki fyrir hendi vegna þess að þið eruð á auglýsingamarkaði og það sem eiginlega verra er, Stefán, þið hafið haft ansi mikla svona harkara í þessum bransa og þeir hafa verið mjög intensívir, mjög ákafir í að ná í auglýsingar og þeir hafa verið að greiða fólki á 3 milljóni í mánaðarlaun fyrir að harka inn auglýsingar sem er ansi há tala ef mínar upplýsingar eru réttar. Og þarna eru þið að taka örlítið súrefni frá einkamiðlum eins og þessum, líkurnar á að við fáum auglýsingar frá innlendum fyrirtækjum, þær eru að okkar mati aðeins meiri. Ég veit ekki hve miklu meiri, en þær eru aðeins meiri ef þið væruð ekki svona öflugir á ykkar markaði. Og þá komum við að spurningunni, ef þú fellst á það sem ég er búin að nefna hér sé góðra gjaldavert og þú ert sammála þessu með sáttina og allt það, væri þá ekki bara miklu hreinlegra ef rekstrarformi ríkisútvarpsins yrði umbylt, þið færuð á markaði en ykkur yrði bættur upp tekjumisserinn með öðrum hætti? Þetta er góð spurning og en bara til þess að taka fram varðandi forsendurna sem þú gefið þér, þá er ég ekki sammála þeim öllum. Ég til dæmis kannast ekki við það að við séum að greiða fólki sem að vinnur við sölu auglýsinga hjá okkur á 3 milljón króna. Það er bara engin dæmi slíkt í rekstrinu hjá okkur. Fólkið sem að starfa við auglýsingasölu hjá okkur er ekki á árangurstengdu launum og hefur ekki verið árabil. En það var þannig? Já, það eru 5 eða 10 ár síðan, ég er ekki með það á hreinu. Ég hef verið þannig í 5 ár og það er ekkert slíkt sem þarna er. Og svo gefur þér að það sé líka mikill ófriður þetta. Við höfum spurt það á hverju einasta ári. Hvernig fólk sjáu þetta fyrir sér varðandi sölu auglýsinga. Hvort að ríkisútvarpið eigi að vera óbreytt, minnka og svo framvegis. Og það er bara yfirgnæfandi meiri hluti landsmanna sem vill að ríkisútvarpið sé fjármagnað með sama hætti eða jafnvel með meiri auglýsingatekjum. Ófriðurinn er hins vegar alveg til staðar. Hann heyrist auðvitað mjög hátt í fjölmiðlunum sem eru á þessum markaði og vilja kannski horfa á þetta með aðeins öðrum hætti. En í grunninn er þetta bara pólitísk spurning. Almannaþjónustumiðlar eru starfandi í öllum löndum Evrópu og þeir eru starfandi í heila flestum löndum heims í mismunandi horfi. Í Evrópu eru almannaþjónustumiðlarnir 70-80% af þeim eru fjármagnaði með blönduðum hætti. Þess að ríkisframlögum sem eru þá tryggð annarkvort með afnotagjöldum eins og við þekktum hérna til ársins 2009 eða framlagi ríkisins eða útvarpsgjaldi eins og hér er. Og síðan eru viðkomandi fjölmiðlar á auglýsingamarkaði. Ég held að meðaltali sé það byrja svona 20% eitthvað svo leiðis, 10-20% og þessi tekið hluti sem er kallaður commercial er að stórum hluta auglýsingar en svo er þetta líka sala á efni, kostanir og slíkt. Og Norðurlöndin skera sig að einhverju marki þarna úr eins og Ragnar nefndi varðandi TV2 í Danmörku sem er 100% á auglýsingamarkaði og áskriftamarkaði en 100% í eigu ríkisins. Þannig er hlutunum ekki háttað í Noregi þó að þar séu fjölmiðlar sem eru á markaði sem eru líka að sinna almannaþjónustu hlutverki. SVT er með mjög þröngan stakk þegar að kemur að möguleikum til tekjuöflunar en þeir geta þó aflað kostana eða styrkja inn í stór prógram eins og bara Melody Festivalin sem var að ljúka núna helgina. Og
svona mætti áfram telja. En við það er talað það að Ríkisútvarpið að fjármögnun þess sé eitthvað einstakt fyrirbæri og Norðurlöndin tekið til samanburðar. En þegar þú horfir á Evrópu í heild sinni, þá eru 70-80% miðlana fjármagnaði með þessum hætti. Og við getum tekið bara gott dæmi, RTS, systustöð okkar á Írlandi, hún er bara með eiginlega nákvæmlega eins módel. 1/3 tekna af auglýsingum og 2/3 af afnotagjaldi eða framlagi frá ríkinu. En eins og ég segi, þetta er pólitísk spurning hvernig á að fjármagna almannaþjónustuna. Við höfum gert þetta með þessum hætti í 95 ár. Það hafa alltaf verið auglýsingar í Ríkisútvarpinu í einhverju mynd og tekjur komið inn til þess að standa undir rekstrinum, en það er sjálfsagt mál að velta því fyrir sér og ræða það á öðrum grunni og margir hafa fært fyrir því góð og gild rök að dagskrágerðin yrði áhugaverði, þéttari og betri ef að útvarpsrásirnar okkar og sjónvarpsrásirnar verið alfarið lausar við auglýsingar. En ég er ekkit viss um það þegar til kastana kemur að almenningur horfi á það með þessum hætti. Það sé best og skynsalegt eins og ég hef vísað til. Við höfum sett þessa spurningu inn í kannanir okkar á hverju einasta ári og meiri hluti landsmanna er á því að núverandi fyrirkomulag sé rétta fyrirkomulagið. Þú bregðast við þessu með einhverjum hætti? Já, sko, það er bara í raun áhugavert að heyra það sem Stefán segir í mitt tengslum við ríkismiðlana í Evrópu, þú segir að 20% starfa á þessu markaði svona eða 20% starfa á auglýsingamarkaði, er það ekki? 20% starfa? Ríkismiðla í Evrópu starfa á auglýsingamarkaði? 70-80%. Eru með þessa blönduðu fjármögnun? Eru með blandaða fjármögnun. Það sem er sem sagt 10-20% af þeirra tekjum. Við erum með hátt í 30% eins og þú þekkir 1/3 sem er með þessum hætti, þannig að við erum vissulega í hærri kantinum heldur en flestir. En margir hafa tekið BBC og tekið það sem gott dæmi um þetta, en BBC er hins vegar á bullandi auglýsingamarkaði eins og þið þekki bara þegar þið farið inn á vefsíðu þeirra, þá eru þar auglýsingar og 1/3 af þeirra tekjum eru þessar commercial income sem er af erlendum auglýsingum, en auðvitað eru þeir miklu stórtækari í sölu á efni til annara miðla og hafa af því miklar tekjur. Er það ekki líka með BBC að einhverju leiti út af því að þeir þjóna mjög alþjóðlegu markaði eins og World Service og í raun vefsíða BBC, ég meina ég nota hana stundum og þannig að þeir eru mitt dæmi um svona almannaþjónustu miðil sem að hefur í gegnum tíðina þjónað mun stærri markaði en bara heimamarkaði, þannig að auglýsingar nái að einhverju leiti til erlendu notendana finnst mér mjög eðlilegt og er raun sjálfsagt. Og það er alveg rétt og ég undirstreka það að þeir hafa ekki heimild til þess að auglýsa á innlendum markaði, en þá megum við ekki gleyma því að í Bretlandi er Channel 4 100% í eigu breska ríkisins og 100% á auglýsingamarkaði og áskriftamarkaði líkt og TV2 í Danmörku. Þannig að ríkisstjórnirnar í gegnum tíðina og þingin hafa tekið ákvörðun um það að ekki vera bara með eina og í Bretlandi ekki bara 2. Þær eru miklu fleiri almannaþjónustu stöðvarnar í Bretlandi heldur en Channel 4 og BBC. Það eru þá svæðisbundnu miðlar. Svæðisbundnar, það er þú veit með velska útvarpið og fleiri dæmi um þetta. Og athyglisvert líka að horfa til þess í Danmörku, það sem að búa nú 5-6 milljónir manna, að þar telur ríkið nauðsynlegt að vera með 2 sjónvarpsstöðvar eða almannaþjónustustöðvar í sinni eigu til þess að bregðast við og sinna því mikilvæga hlutverki sem að Ríkisútvarpinu er ætlað að sinna lögum samkvæmt, og ég held að sé þetta mikilvægt að við komum líka inn á það í þessu spjall okkar. En er það ekki rétt hjá mér að í Danmörku til dæmis með TV2 ástæðan fyrir því að þeir njóta ekki ríkisstyrkja er svo að þeir eru ekki skilgreindur sem almannaþjónustu miðill líkt og DR er? Já, ég veit ekki betur en þeir séu skilgreindir með almannaþjónustu hlutverk, og þegar ég til dæmis fær gögn og upplýsingar frá EBU sem eru sem sagt samtök almannaþjónustu miðla í Evrópu, þá er TV2 í þeirra hópi. Það er athyglisvert að heyra. Og þannig að ég held að það eigi ekki að vera í neinnum vafi á því, og í rauninni eru fleiri stöðvar til dæmis á Bretlandi sem hafa ákveðnu afmörkuð almannaþjónustu hlutverki að gegna og fá framlög
frá ríkinu til þess að sinna því. Já, mér finnst þetta bara áhugavert sem að Stefán kemur inn á, en mér finnst í rauninni það sem við erum að reyna að draga fram hér sko að það sem okkur finnst óeðlilegt og tryggir ríkisútvarpinu mikið samkeppnisforskot á fjölmiðlamarkaði og skekkir umhverfið þar að leiðandi svolítið mikið hér á Íslandi þessi opinbera meðgjöf, sú staðreynd að allir það skyldu áskriftarmiðlunum, allir þurfa að vera í áskriftarmiðlunum og að þar að leiðandi hann keppi á auglýsingamarkaði sem að leiðir þar að leiðandi að sér að hann verður umsvifa meiri á auglýsingamarkaði en ella, einfaldlega vegna þess að hann í sjónvarpstækjum og hjá öllum landsmönnum. Það er allir í skylduáskrift á honum. Það má líka segja að þið berið brigður á að gæðin hjá Ríkisútvarpinu sé í samræmi við þær fjárveitingar sem Ríkisútvarpið fær. Það var nefnt þarna á fundinum í síðustu viku að áhugavert væri að vefurinn ru.is væri ekki í efsta sæti yfir mest lesnu fréttavefi landsins. Já, ég tek nú ekki undir það að við séum að gagnrýna gæði Ríkisútvarpsins að einhverju leyti. Við höfum hvergi gert það og þetta er ekki sett til höfuðs þeim sem að starfa á Ríkisútvarpinu eða frétta hlutverki Ríkisútvarpsins að neinu leyti. Voru það meira gestirnir í pallborðinu heldur en þið á viðskiptaráði, ef við veitnum til fundarins í síðustu viku? Já, sko, gestirnir í pallborðinu einmitt sögðu, eða þú veist, það var dregin fram einmitt ein af þeim myndum sem við vörpum upp hér í skýrslunni er þessi samanburðarmynd af opinberu framlögunum og síðan notkun til dæmis hvar menn sækja sér fréttir og þetta var unnið upp úr gögnum frá fjölmiðlanefnd sem að spurði hver væri þinn helsta, hvar þú myndir helst sækja þér fréttir. Þar var RÚV í 3. sæti á eftir Vísi og MBL og þetta var gert ekki til þess að varpa skugga á á skort á eða varpa því fram að það veri skortur á gæðum hjá Ríkisútvarpinu eða neitt slíkt. Engin athugasemd gerði við það í sjálfum sér. En þetta var bara gert til þess að sýna að opinberu framlögin eru ekki í samræmi við hvar fólk sækir sér fréttir. Já, þarna tökum við bara, ágætt að koma inn á þetta, því að þarna tökum við bara afmarkaðan þátt í rekstri og hlutverki Ríkisútvarpsins sem að vefurinn. Og þar eru við auðvitað í samanburði við miðla eins og MBL og Vísi sem bera höfuð og herðar yfir aðra miðla, netmiðla, hvað varðar heimsóknir og daglega dekkun og þeir eru að sinna miklu fjölbreyttari verkefnum og hlutverki heldur en Ríkisútvarpið að gera á vefnum. Við erum auðvitað í grunninn sjónvarp og útvarp. Það bæti síðan þegar vefurinn kemur inn það verkefni að miðla þessu efni, sjónvarps- og útvarpsefni okkar, til fólks þar sem það þá og þegar. Þannig að fólk hafi eins fjölbreytta leiðir og tækifæri til þess að nálgast efni Ríkisútvarpsins. Og ég held að það sé alveg rétt að þetta auðvitað engin mælikvarði á gæði hvernig þessar tölur eru fengnar, en ég held þó að Viðskiptaráð dragi full víðtækar ályktanir af þessu, því að það er alveg skautað fram hjá því að markaðshlutdeild Ríkisútvarpsins í sjónvarpi yfir 50% og sömuleiðis í hljóðvarpi. Ef ég má aðeins grípa inn í hér, sko, spurningin sem að fjölmiðlanefnd varpar fram í þessari könnun sko hvar menn sækja sér fréttir, ekki tengt við vefmiðla, sko. Þannig að allir miðlar Vísis eða allir miðlar Sýnar eru þarna undir, þannig að það er bæði Vísir og Stöð 2, sama með Morgunblaðið, MBL og Morgunblaðið, prentútgáfan undir. Sömuleiðis RÚV, að þar erum við RÚV.is, Rás 2, Rás 1 og sjónvarpsdagskrána. Þannig að þetta dekkar sviðið í sko fréttaneyslu. Akkurat. Ræðum aðeins þessa tillögu sem að virðist eiga auknu fylgi að fagna á meðal þingmanna með að þriðjungur útvarpsgjalds fari til þess fjölmiðils sem að við myndum bara helst vilja styðja. Það getur verið að það séu 1000 Íslendingar að fylgjast með þessu spjalli okkar núna og hugsi, já, ég væri bara alveg til í að greiða samstöðinni
Það væri mitt fyrsta val allavega. Væri það þitt? Já. Og það segir ekki bara til þess að smjara hér fyrir mér? Þetta var nú sagt í léttundúri bara. Sko, en hvað sem því líður, þá er þetta svona eitt af því sem að fólki finnst skemmtilegt að ræða þessa dagana og þetta er lýðræðislegt, það er það sem er gott við þetta, að þú greiðir atkvæði með höndum og fótum, sú stöð eða sá fjölmiðil sem er líkar, 1/3 af útvarpsgjaldinu færi þangað. Þið eruð náttúrulega hrifnir af þessari hugmynd og hafi stutt hana. Hverju myndi þetta breyta? Já, við skiluðum einum umsögn við þessari þingsályktunartillögu sem að Miðflokksmennirnir og það voru nú nokkri sjálfstæðismenn á tillögunni líka lögðu fram og okkur hugnast þetta ágætlega að tekið upp að þetta verði einmitt skilgreint kannski frekar sem fjölmiðlagjald heldur en endilega útvarpsgjald til ríkisútvarpsins og þú einmitt eins og þú segir bara þú kýst þá með höndum og fótum og bara segir hvert þitt gjald færi þannig að okkur hugnast þessi tillaga vel út frá því en sömuleiðis líka út frá því að þetta myndi held ég veita mönnum svona byrjundi báða vangi að efla dagskrárgerð og efla fréttamiðlun og svoleiðis að menn myndu sjá að það væri að mikla keppa þarna með því að reyna að samfæra neytendur að verja sínum eða þessum þriðjungi hluta útvarpsgjaldsins til síns miðils og þetta lagar að einhverju leyti samkeppnisstöðuna á markaðnum og myndi vera efla einkarekna miðla. Þannig að þessi tillaga finnst mér í sjálfum sér mjög góð en svona ef við zoomum út og horfum á stóru myndina þá finnst mér ekki nauðsynlegt að ríkið skilgreini hversu mikið ég á að eyða í fjölmiðla á ári og segir ég ætla að taka 20.000 af þér í fjölmiðlaskatt sem að þú verður að nota í ákveðin fjölmiðl. Ég myndi bara vilja vera frjáls það að ákveða það sjálfur En bara svo ég rétt nefni það sem hefur komið fram frá ykkur að þér hugnast þessi leið meðal annars betur heldur en fjölmiðlastyrkir úr hendi ráðherra vegna þess að þú lítur þannig á og þið hjá Viðskiptaráði að það geti valdið skekkju í fréttaflutningi að fjölmiðlar fái pening frá ríkinu, sá sem er ráðherra í hver skipti og ákveður að hækka fjölmiðlastyrkina, hann fái kannski frekar silki meðferð hjá viðkomandi fjölmiðli. Já, ég held að þetta sé heilbrigðara fyrirkomulaga því að þarna er þetta undir neytendum fjölmiðlana sjálfum komið hversu mikið hver fjölmiðl fær og ég meina ef að menn klúðra algjörlega sínum málum á markaðnum þá verður væntanlega bara tekið samdráttur og menn þurfa þá að gera ráðstafanir varðandi slíkt. Með fjölmiðlastyrkina eins og þeir eru núna, þá eru þeir einmitt algjörlega háðir því hversu mikið ráðherra eða ráðandi stjórnvöld á hverjum tíma ákveða að verja í þessa styrki og þetta er svona út frá lýðræðissjónarmiðum finnst mér mjög mikið virði í því að tryggja það að frjálsir fjölmiðlar séu að öllu leyti sjálfstæðir frá ríkjandi stjórnvöldum og séu ekki háðir þeim velvild eða fjármagn eða neitt slíkt. Það held ég bara efli lýðræðislega umræðu verulega og tryggi það að menn halda ekki að sér höndum ef að þeir komast í fréttaefni sem að getur komið ríkjandi stjórnvöldum illa. Já. Stefán, þú nefndir í upphafi okkar samræðu að útvarpsgjaldið hefði ekki fylgt þeirri þróun sem það hefði þurft að gera en bara svo ég kasti þessari spurningu til þín. Finnst þér þetta góður kostur að skipta útvarpsgjaldinu? Ég held að það sé ekki endilega skynsamlegur kostur að fjölga almannaþjónustumiðlum hér á landi, að þeir verði margir. Því að ég myndi telja að ef að það fyrirkomulega ætti að vera að útvarpsgjaldinu yrði skipt á milli mismunandi fjölmiðla, þá það gert á grunni frekari krafna á hálfu Alþingis heldur en gert til fjölmiðla í dag. Sem sagt að fjölmiðlinn sem umræðir sinni þá ákveðnum
hlutum eða verkefnum sem að falla undir almannaþjónustu hlutverkið. Ég hins vegar miklu meiri talsmaður þess að fjölmiðlastyrkirni verði að minnstakosti tvöfaldaðir ef ekki margfaldaðir og held að sé miklu meiri en fullt tilefni til þess að gera það. Og það auðvitað hægt að gera með ýmsum hætti, til dæmis með því að skattleggja þessa erlendu aðila sem að herja á þennan markað og taka 12 til 13 milljarða út úr frá íslenskum fyrirtækjum og almenningi. Eins og ég nefndi áðan, hefur komið því sjónarmiðið þín og framfæri við ríkisstjórnina, við ráðherra að þetta getur skipt miklu máli? Já, við höfum komið þessum sjónarmiðum á framfæri og í rauninni hef ég beðið eftir því í dálítinn tíma að það sé gripið til þessara aðgerða í stað þess að menn sé að elta þetta villuljós sem ég kalla að ríkisútvarpið sé vandamálið á fjölmiðlamarkanum því að við höfum hort á allar þessar sveiflur á fjölmiðlamarkaði sem hafa orðið á undanförnum árum, innkomu fréttablaðsins, ris þess og fall á sama tíma og ríkisútvarpið bara sirka á svipuðu róli. Fer reyndar umtalsvert niður í starfsmannafjölda meira að segja á þessum tíma og gengur í gegnum töluverðan niðurskurð eins og margir muna eflaust vel. Má ég byrja að reyna að skýra tregðu stjórnvalda til þess að skattleggja þessar erlendu efnisveitur? Ég veit ekki hvort að ég sé besti aðilinn til þess að fara yfir það. Hvað hafa þeir sagt við þig? Þetta auðvitað flókið að átta sig á því hvernig best að gera þetta og það eru dæmi það að lönd hafi farið þannig fram að það hefur valdið skaða, valdið til dæmis því að viðkomandi risar, Netflix eða hvað þeir heita, hafi dregið sig út úr framleiðslu og verkefnum í viðkomandi landi með tilheyrandi tjóni og eitthvað í þá veruna. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að stjórnvöld séu bara að skoða tækar leiðir í þessu og þá möguleika sem að í stöðunni eru til þess að bregðast við eins og mörg lönd hafa raunar gert og nýtt þessa fjármuni til dæmis til þess að efla innlenda dagskrárgerð, framleiðslu á innlendu efni og það er auðvitað líka verið gert og gert hér á landi með því að gera ákveðna kröfur til miðlana að hafa ákveðið hlutfall af efni af evrópskum uppruna og svo framvegis. Þannig að það eru ýmsar leiðir í þessu. En ég held að það sé brýnasta verkefni stjórnvalda að auka og efla styrki til innlendra fjölmiðla. Ég tel líka ríkisútvarpið gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki, ekki síst í því alþjóðlegu umhverfi sem við erum núna og líka því umhverfi sem hér á innlendum markaði. Það bara beinlínis lífsspursmál fyrir tungu okkar á menningu að við höldum áfram að framleiða og aukum framleiðslu á innlendu efni, á efni sem á íslensku. Og þá ekki bara að tala um leikið efni og ekki bara að tala um skemmtiefni, heldur líka umræðu þætti á borðið þennan hér. Að við séum að setja fjármuni í það að fólk tali saman á íslensku íslensk málefni og alþjóðleg málefni og önnur málefni en látið þetta ekki allt fara fram með einhverjum öðrum hætti og öðrum stað og það sem að raddir okkar heyrast minna. Má ég bregðast við einu með að því að við rættum eða í upphafi svarsins var komið inn á almannaþjónustu hlutverkið hjá RÚV. Finnst þér telur að RÚV sé eini almannaþjónustu miðillinn á Íslandi og eini miðillinn sem geti sinnt þessari svokölluðu almannaþjónustu eins og hún skilgreind í lögunum ríkisútvarpið? Já, ríkisútvarpið óumdeilanlega eini almannaþjónustu miðillinn hér á landi, bara lögum samkvæmt. En ég alveg sannfærður það og veit það að aðrir fjölmiðlar geta sinnt ákveðnum þáttum í þessu og gera það bara afar vel. Við getum bara tekið lýðræðishlutverkið sem ákaflega vel sinnt hér á samstöðunni með lýðræðislegri umræðu öll helstu málefni sem að uppkoma. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Menningarhlutverkið sömuleiðis hægt að sinna með fjölbreyttum hætti. Það eru ríkari kröfur á ríkisútvarpinu þegar að því kemur heldur en á öðrum miðlum og við sinnum því með fjölbreyttari hætti. Við sinnum hlutum sem að aðrir sinna lítið eða ekki þegar að því kemur. Við stöndum ákaflega framalega í því að reyna að tryggja aðgengi allra á okkar efni. Við reynum að texta eins og við getum
auðvitað allt erlent efni og talsetja það, en sömuleiðis íslenskt efni og erum búin að taka gervigreindina í notkun þegar að því kemur að umræða beinar útsendingar að þá gervigreindin að texta þær útsendingar. Við erum með alla aðalfréttatíma í sjónvarpi táknmálstúlkaða, alla stærri viðburði í kringum kosningar og annað, kappræður og slíkt, táknmálstúlkaða til þess að tryggja þeim mikilvæga hópi aðgengi að okkar efni. Og í mínum huga hægt að setja ríkari kröfur á alla fjölmiðla þegar kemur að slíkum hlutum. En það sem að almannaþjónustu hlutverkið auðvitað skapar margvíslegt annað. Við erum í öflugu samstarfi við systurstöðvar okkar á Norðurlöndunum þegar kemur að framleiðslu á íslensku og erlendu leiknu efni. Þetta samstarf heitir N12. Við framleiðum sem sagt 12 þáttaraðir, norrænar þáttaraðir, þar af eina íslenska á hverju einasta ári. Og þetta fjármagnað af Norðurlöndunum í sameiningu, þessum norrænu útvarpsstöðvum sem að tryggir það að við og þeir sjálfstæðu framleiðendur sem eru yfirleitt að búa til þetta efni, hafa aðgang að enn fleiri fjármögnunaraðilum sem að því að það þurfa margir fleiri að koma að því að fjármagna stóra sjónvarpsseríu. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og það að hafa einn öflugan almannaþjónustumiðil til þess að vera þessi mótaðili við hina lykillinn í því samhengi. Þetta samstarf hefur núna verið útvikað, heitir New Aid til Þýskalands, Belgíu og Hollands sem að býr til enn stærri möguleika og annað hvert ár þá framleiðum við inn í því samstarfi íslenskar sjónvars þáttaröð sem fær dreifingu á öllu þessu stóra svæði og víðar heiminn. Og þriðja atriði sem ég má nefna í þessu Börn 15, þar sem að við erum að framleiða 1 til 2 íslenskar þáttaraðir fyrir börn og ungmenni og fáum 13-14 slíkar þáttaraðir sem að við reynum að talsetja yfir á íslensku og sínum hjá okkur. Þannig að gildi og hlutverk almannaþjónustu miðilsins í núverandi mynd gríðarlega mikilvægt. En í víðu samhengi, ef ég dreg saman það sem þú ert að segja, frekar en að þú tellir rétt að Ríkisútvarpinu sé sniðinn þrengri stakkur fjárhagslega með minnkandi umsvifum, þá myndir þú vilja sjá að styrkir til einkarekinna fjölmiðla þeir myndu hækka. Já. Þannig að þér finnst að hið opinbera eigi að verja meira fjármagni til fjölmiðla en í dag. Já, það bara blasir við í mínum huga. Ef ég segði þér að við fáum 6 milljónir á ári, finnst þér það háfjárhæð? Nei, ég finnst það miðað við allt efnið sem við búum til. Ákaflega lágfjárhæð og fæ beinlínis engan botn í það hvernig þið getið staðið undir öllu þessu efni sem frá okkur kemur fyrir þessa fjárhæð, en ég gerir ráð fyrir því að hafið einhverja tekjur aðrar. Við vinnum alla sólarhengi fyrir láglaun, það svarið. Það einmitt, en þetta skiptir máli fyrir fjölmiðlaumhverfið í heild sinni og úttekt viðskiptaráðs ágætis innlegg í þessa umræðu alla, en við þurfum miklu stærri mynd til þess að auðvelda stjórnmálamönnunum að taka ákvarðanir það hvað skynsamlegt að gera í þessu. Og þú spurðir mig hvort það væri ekki betra og þægilegra fyrir Ríkisútvarpið að fara bara á auglýsingamarkaði og fá það bara bætt upp þannig að við varum eins sett. Það þýðir að við myndum þurfa þá að hækka útvarpsgjaldið að minnstakosti 1/3, ef ekki meira. Það þýðir aukinn skattheimta sem að því nemur. Ég væri miklu meira og teldi það skynsamlegra að ef að ríkisvaldi treysti sér að auka skattheimtu sem að því nemur 2-3 milljarðar eða svo, að það fari bara beint til annarra fjölmiðla og Ríkisútvarpið sé áfram í svipuðu rekstrarformi og það hefur verið. Því að ég held að það megi heldur ekki gleymast í þessu samhengi að Ríkisútvarpið með mikla hlutdeild í sjónvarpi og útvarpi. 50% hlutdeild þegar kemur að sjónvarpi og 50% hlutdeild þegar kemur að útvarpi. Og fyrir vikið þá verið að framleiða auglýsingar til þess að sýna þar sem að nýta síðan líka á öðrum sjónvarpsstöðvum og eru sýndar þar frekar. Ef að þessi gluggi lokast eða takmarkast verulega, þá spurningin hvaða leiða munu auglýsendur leita
og hvaða áhrif hefur þetta á auglýsingamarkaðinn og það auðvitað kemur inn í þetta mat stjórnmálamannana á því hvað er að gera, hvaða viðþorf auglýsingamarkaðurinn og allir þeir sem að þeim bransa tengjast hafa til þessara mála. Ragnar, viltu segja okkur hvað lá að baki spurningarinnar almannaþjónustu hlutverkið? Já, ég var bara svona að sko lesa þetta yfir í gær og kynna mér betur eða svona kynna mér aftur lögin Ríkisútvarpið og hafði sérstakan áhuga á þessu almannaþjónustu hlutverki og eða þú veist rendi gegnum þá skilgreiningu og mér fannst í raun margir miðlar vera fitta inn í þessa skilgreiningu sem að var sko efling á samfélagslegu, lýðræðislegu og menningarlegu efni eða framleiðsla á slíku efni og síðan efling lýðræðislegar umræðu og slíkt og mér fannst bara þegar ég var að skoða þetta eins og til dæmis núna gengum við gegnum 2 kosningar á síðasta ári það voru einkareknir miðlar sem stóðu afar framarlega í þeirri kosningaumfjöllun eins og við sáum sko spursmál hjá MBL, pallborðið hjá Vísir, þið vorum við hér með umræðu þætti. Beina útsendingu hvert einasta kvöld. Einmitt, og öfluga umræðu þætti og svona. Þannig að ég held að mér finnst sko það að skilgreina almannaþjónustu hlutverkið sem að það eigi bara við Ríkisútvarpið mér finnst það kannski að einhverju leyti svolítið tímaskekkja að því að núna er það orðið þannig að þessir miðlar, Vísir, MBL, Samstöðin, þið náu til nærri allra landsmanna í gegnum bara internetið, það eru nánast allir internettengdir. Það var náttúrulega ekki staðan þegar við vorum með RÚV og þegar opnaður var fjölmiðlamarkaðurinn, þá var aðgengi neytenda, sérstaklega í hinum dreifðari byggðum, miklu takmarkara heldur en það í dag. Nú neysla á fjölmiðlum miklu auðveldari. Ég meina, ég sjálfur frá sko Djúpavogi og ég 26 ára, fæddur 98. Ég man ennþá eftir því þegar Bylgjan var fyrst að koma á Djúpavog sko. Þú veist, það ekki lengra síðan, þannig að það hefur verið gríðarleg gerjun og gríðarleg breyting á þessu markaði. Þess vegna fannst mér áhugavert að ræða við útvarpsstjóra þetta almannaþjónustu hlutverk. Hver fittar inn í það og hver gerir það ekki? Já. Einu sinni hitti ég fyrrverandi menntamálaráðherra sem sagði við mig að vísu 2 manna tali. Öryggis hlutverkið farið eftir að það hefði orðið Suðurlandsskjálfti og Ríkisútvarpið svaf á verðinum hafa löngu fyrir þína tíð, ég ætla ekki að gera því ábyrgan fyrir því, en menningar hlutverkið eftir og þannig að þessi fyrrverandi menntamálaráðherra vildi einblína á menningar hlutverkið. Já, ég tek undir það að menningar hlutverkið mikilvægt, lýðræðis hlutverkið það sömuleiðis, við getum gengið að því sem vísu að það nálgast Ríkisútvarpið af fullum heilindum, af hlutleysi og hlutlægni. Það á ekki við alla miðla eins og við bara þekkjum og vitum og það líka allt í góðu lagi og þeir sinna sjálfsögðu ákveðnum hlutum líka, lýðræðis hlutverki og svo framvegis. Öryggis hlutverkið held ég að sé ennþá til staðar og sé mjög mikilvægt áfram. Og þetta sé ég glögglega þegar ég til dæmis að tala við kollega mína í Svíþjóð og Finnlandi út af þeirri alþjóðlegri ógn sem að þar blasir við og Ríkisútvarpið áfram skrifað inn í almannavarnar áætlanir. Við þurfum lögum samkvæmt að tryggja það að öryggis útvarpssendingar komist til allra landsmanna og það gerum við núna í gegnum FM-kerfið og ágætt kannski að hafa það í huga fyrir þau sem að það vita ekki að við erum að setja af okkar fjármunum á hverju ári það bil 600-700 milljónir króna bara til þess að tryggja dreifingu og útvarps- og sjónvarpsefni og stærstur hlutin af því 500 milljónir fara til Vodafone sem að vann útboðið á sínum tíma og sinnir þessum mikilvæga hluta í öryggishlutverki Ríkisútvarpsins. Þannig að þetta skiptir máli og við vorum að æfa hér, taka þátt í æfingu það til dæmis hvað gerist ef allt verður rafmagnslaust á Íslandi eða ef að ljósleiðarastrengirnir fara í sundur til og frá landinu. Hvað gerist og hvernig bregðumst við því? Hvernig komum við upplýsingum áleiðis út til almennings? Og þetta hlutverk tekur Ríkisútvarpið að sjálfsögðu
mjög alvarlega í samstarfi við alla sína samstarfsaðila. Einmitt. Búið að vera mjög áhugavert, fróðlegt og skemmtilegt að ræða við ykkur. Stefán Eiríksson, útistjóri, kærar þakkir fyrir komuna og Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur á Viðskiptaráði. Takk fyrir að búa til þetta samtal með okkur og eins og ég segi, mjög áhugavert að heyra þau sjónarmið sem ég hafa verið uppi og gaman að leiða þig til svara við úttekt Viðskiptaráðs. Ég vissi ekki að þetta væri við værum fyrst til þess að bjóða þér til þess að bregðast við en þetta má ég aðeins bara, það var samt öllum boðið á fjölmiðlaviðburðin okkar í síðustu viku. Hann var opinn öllum. Einmitt. En það ekki komið gott af fjölmiðla umræðu hér við Rauðaborðið á Samstöðinni í kvöld vegna þess að síðar í kvöld verður fjallað blaðamannaverðlaunin. En við ætlum að gera smá pásu á umfjöllun fjölmiðla og Gunnar Smári ætlar að ræða við kandidat í rektorskjöri til HÍ. Ekki fara langt eftir andartak. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.